Næstur Erlingur Sigurðarson. Já, eftir þess að þrömu ræðu Þórhildar, góður forseti og góðir áheyrendur, fer efstin og tungum tann og ég ætla ekki að orðlengja mikið þetta, en ég ætla bara að víkja þessa forsætisráðherra embættinu að það gallinn á þessari tillögu að forsætisráðherra embætti einangrað í því að skipar forseti skipar forsætisráðherra, vel að merkja, en svo ekkert meira. Svo bara upp. Þetta ekki meiningin þegar við erum að tala um það að forseti skipi ráðherra. Þá ætlum við til að stjórnarmyndunarferlið sé með svipum hættu núna. Að forseti feli honum eftir viðræður umboðið og skipar síðan þegar hann búið til að vinna fyrir því. Hann sé ekki skipaður in blanco. Og þetta það sem að í gallinn í viðaukatillögunni sem núna verið bætt henni, sem að ég verðum að vísu að ætla ekki að ræða frekar. En það er þetta atriði að hérna, ég sé ekki glöfnulöf. Já, þingræðið hefur byggst á því að það sé starfhæfur þingmeiri hluti að baki forsætisráðherra. Hér verið að gera tillögu það að það verði ekki. Utanþingsstjórnir verða allar stjórnir samkvæmt þessu skipulagi ef að ráðherra verði ekki þingmenn jafnframt. Og það vantar í þetta, en það sem Þórhildur var að veitna í, að við gerum tillögur að annarkvort hluti ríkisstjórnar eða öll ríkisstjórnir er valin úr hópi þingmanna. Eða ekki valin úr hópi þingmanna, vil að merkja. Og þingmenn sem hegðu af sér ef þeir tækju við embætti ráðherra. Þetta ekki hér inni. Og svo bara aðeins svona í lokin, vegna umræðu Þórhildar hinn sterka mann, föðurímyndina, þá verð ég að segja að ég vil frekar eiga einn breyskan föður, þó að breyskur sé heldur 63 vondar stjúpur.